Ok, við ætlum að tala aðeins um þrepun og við ætlum að tala aðeins um hugmyndina og svo ætlum við að sjá nokkur dæmi, nokkur mismunandi dæmi. Nú, segjum að við séum með einhverja fullyrðingu, ég ætla að kalla þessa fullyrðingu PN. Við getum séð dæmi um þetta á eftir, mismunandi dæmi hvernig þetta geti litið út og við ætlum að sýna að þessi fullyrðing gildi fyrir öll n sem eru náttúrulegar tölur, byrjum þar. Og við gerum þetta í tveimur skrefum. Í fyrsta lagi þá ætlum við að sýna að fullyrðingin hérna sé rétt fyrir fyrsta stakið í menginu. Ef við erum með náttúrulega tölunar þá er fyrsta stakið 1. Þannig að við sýnum að P1 sé sönn. Þegar við erum búin með fyrsta skrefið þá vindum við okkur í skref nr. 2 og þar sýnum við að ef þetta gildir fyrir einhverja náttúrulega tölu, getum sagt að hún heiti K, þá gildir þetta líka fyrir næstu náttúrulega tölu á eftir, sem er þá K plus 1. Þannig að sýnum að ef PK sé sönn, þá er PK plus 1 líka sönn. Þannig að ef þetta hérna gildir, að þá gildir þessi hérna. Þessi hérna forsenda sem við gefum okkur, að PK sé sönn, við erum að gefa okkur það til að sýna hvort hinn hérna sé sönn, PK plus 1. Þetta hér er oft kallað þrepunarforsendar. Við skulum sjá dæmi, sjá nóga dæmum. Fyrsta dæmi viljum sýna að ef við tek summuna af 2 mínus 1, sem er allar náttúrulega tölur frá 1 upp í n, og legg þessar tölur allar saman, þá fæ ég akkurat n í öðru. Skulum skrifa út hérna fyrstu liðin í sömu, skulum skrifa út hvernig svona summa lítur út. Þannig að virkar sem þetta þannig að ég segi, fyrst setjum ég 1 inn, þannig að 2 sinnum 1 mínus 1, það er það er 1. Svo setjum ég 2 inn fyrir þannig að 2 sinnum 2 mínus 1, og svo held ég svona áfram, 2 sinnum 3 mínus 1, 2 sinnum 4 mínus 1 og svo framvegis og ég legg allir þessi stök saman alveg þangað til ég er komin upp í n. Hér er ég að segja að þetta hérna stakið mitt er 1 og þetta er 2 og þetta er 3 í þessar hérna formúlu. Þetta er 4 og svo held ég svona áfram alveg þangað til ég er komin upp í jafnt á n. Þegar ég legg alla þessar tölur saman og ef að skrifa hvaða tölur þetta eru. Ég er í fyrsta lagi með hérna 2 mínus 1, það er 1, svo er ég með 4 mínus 1, það er 3, svo er ég með 6 mínus 1, það er 5, ég er með allar 8 töluna sem sagt. Svo hætti ég því að ég er komin upp í 2 mínus 1 og þá fæ ég akkurat n í öðru. Nú, ef að n-ið mitt væri, segjum til dæmis bara 4, það væri bara með þessa hérna 4 tölur, sem sagt bara þessa hérna 4 tölur, þá ætti ég að fá út 4 í öðru. Og við getum gáð hvort það gildi, þannig að við erum ekki með hennan hérna, og ég bara fer upp í 7. Ég er með 1 plus 3 plus 7 eru í 10 og svo plus 5 plus 1, það er akkurat 16. Þannig að það passar allavega fyrir n jafnt og 4. En ef við erum að þrepa þetta, þá byrjum við alltaf á fyrsta stakinu í menginu. Þannig að við byrjum að n jafnt og 1. Pröfum það. Við skulum setja þetta upp eins og þegar við erum að þrepa. Færðu þetta aðeins til, færum þetta bara tilbaka. Svona. Og segjum í fyrsta lagi. Athugum hvort að þetta sé rétt fyrir n jafnt og 1. Ég set 1 hérna fyrir n-ið. Það þýðir ég byrja í 1 hérna og fer upp í 1. Það er sem sagt bara 1 stak í sömunum minni. Þannig að 2 mínus 1, það er 1. Og það á að vera jafnt og 1 í öðru, sem er líka 1. Þannig að sjáum, þegar ég set n jafnt og 1 hægra megin og þegar ég set það vinstra megin, þá fæ ég það sama. Þannig að formúlan virkar fyrir n jafnt og 1. Þannig að P1 er sönn. Þetta hér er sem sagt fullyrðingin mín PN. Nú, þá komum við í nr. 2. Sýnum.
ef fullyrðingin mín sönn fyrir eitthvað k, segjum if frá 1 og upp í k, fyrir eitthvað k, sem náttúrulega tala, að þá fullyrðingin sönn fyrir k plus 1. Bara sama formúla nema með k plus 1. Hvað hvað hérna? Þetta hérna, að þetta hér sé satt, þetta kallum við þrepunarforsenduna. Og við skulum skammstafa það bara þ. Og þetta hér, staðhæfingin mín fyrir n plus 1, nú það þetta sem við þurfum að sýna. Þannig að þetta p n plus 1 og ég vil sýna að hún gildir ef að þrepunarforsendun sönn. Nú, þá byrja ballið, við reiknum. Ég ætla þá að byrja með vinstri hliðin í þessari jöfnu. Og ég ætla að reyna að reikna mig fram til þess að þetta sé jafnt og k plus 1 í öðru. Það sem ég má nota forsenda mín. Ég má nota þetta hér gildi. Nú þá hugsa ég, ok, hvernig er þetta sem ég er með hérna, þetta sem stendur með bláu hérna, hvernig er það skilt því sem ég veit, sem er formúlinn fyrir k. Og sjá hvað ég get haldið þessu alltaf á sama stað, skjárin pínu nýr fyrir mér. Já, við ætlum að nota þetta. Ok, þegar ég er með summuna sem fer upp í k plus 1, nú þá inni heldur hún k plus 1 stak, meðal annars summuna upp í k. Þannig ég get sveifla þessu bara í summuna frá 1 upp í k. En þá þarf ég að passa með að leggja við það sem vantar upp á, það vantar nefnilega lið k plus 1. En þá setjum ég k plus 1 inn fyrir mitt inn í formúluna. Þannig að 2 sinnum k plus 1 mínus 1. Nú, ég breyti þessu svona vegna þess að þetta er akkurat þrepunarforsenda mín, að þetta sé jafnt og k í öðru. Þannig ég get í staðinn fyrir þetta get ég skrifað k í öðru. Þá stendur hérna k í öðru og hérna margfalda ég upp á svegunum fær 2k plus 2 minus 1 plus 2k plus 2 minus 1, skrifum þetta svona. Og þetta hér, samasemmerki, þetta gildir samkvæmt þrepunarforsendu. Þannig að ég nýtti mér að þetta hér er rétt, ég var að gefa mér það að vera rétt og setti inn fyrir summuna. Nú hvað erum við með hérna? Við erum með k í öðru plus 2k plus 1. Og þetta getum við þáttað í k plus 1 í öðru. Og þá erum við akkurat búin að sýna að summa mín þegar hún fer upp í k plus 1, að þá fæ ég akkurat k plus 1 í öðru. Þannig að ég get ályktað að Pn er þá sönn fyrir öll n sem eru náttúrulegar tölur. Því við sýndum þetta gildi fyrir fyrsta stakið og við sýndum að alltaf þegar þetta gildi fyrir eitthvað stak, þá gildir þetta fyrir stakið á eftir. Ok, pröfum annað dæmi sem er bara mjög líkt þessu, sem er svona summa líka. Við fáum gefna nýja formúluna, nýja summu og við ætlum að sýna að hún sé sönn fyrir öll n sem eru náttúrulegar tölur. Við byrjum á 1. Skrifum númer 1. Summan sem fer frá 1 upp í 1, þetta er þegar n er jafnt á 1, af 1 á móti 2 í veldinu í, þá bara 1 stak, þannig að í jafnt á 1, þannig með 1 á móti 2 í fyrsta veldi, sem er hálfur, og við athugum, þetta er þess að vinstri hliðin, og við athugum hvort það sé jafnt á hægri hliðin þegar n er jafnt á 1, þannig að 1 mínus 1 á móti 2 í fyrsta, sem er 1 mínus hálfur, sem er hálfur. Þannig að þetta hér er hægri hliðin, og báðum tilfellum fáum við hálfur, þannig að við vitum að P1 er sönn. Þá er að skrifa númer 2. Sýnum að ef summa mín virkar fyrir eitthvað stak k, og sér nú skrifaði ég á k hérna, þetta er á þetta að vera í, það er í sem er teljaran í formúlunum minni, hann breytist ekki. Ef þetta, að þá gildi, þegar ég fer fyrir upp í k plus 1, þá virki formúlan líka.
Aftur. Þetta hérna er forsendan mín, þrepunarforsendan. Þetta er það sem ég vil sýna. Ég ætla að byrja með vinstri hliðinni þessari jöfnu og athuga hvort ég geti reiknað mig fram til þess að það sé sama á hægri hliðinni. Það sem ég á með að nota er þrepunarforsendan. Við reiknum. I fer frá 1 og upp í k plus 1. Nú, ég vil breyti eitthvað sem er skylt þessu hér, sem er líkt þessu til að geta nota þrepunarforsendu mína. Þannig að ég tek fyrstu k-stökin í sömunni og svo bæti ég við því sem vantar upp á, nefnilega k plus fyrsta stakinu. Þannig að 1 á móti 2 í veldinu k plus 1. Sér svona. Samkvæmt þrepunarforsendunni veit ég hvernig þessi hluti er. Þannig að setjum það inn. 1 mínus 1 á móti 2 í veldinu k plus 1 á móti 2 í veldinu k plus 1. Nú erum við búin að nota þrepunarforsenduna. Þannig að þetta hér gildir samkvæmt þrepunarforsendu. Þetta sem er undirstrikað, rétt og þetta hér sem er undirstrikað. Og þessi hér liður ekki að fara neitt. Nú, þá er eina sem er eftir, er algebran. Og, já, við skulum ekki láta hann stoppa okkur. Segjum, hérna er ég með 1 á móti 2 í veldinu k og 1 á móti 2 í veldinu k plus 1. Það er fínt að hafa þetta eins nefnara, þannig að ég lengi þetta hérna brot. Og hvað stendur þá? Þetta er 1 mínus 2 á móti 2 í veldinu k plus 1 plus 1 á móti 2 í veldinu k plus 1. Nú get ég lagt saman broti mín hérna. Það er með 1 mínus, eða segja bara plus og hafa mínus 2 hérna, því að mínusin hérna er á tvistinum, plus 1 á móti 2 í veldinu k plus 1, sem er að sama á 1 mínus 1 á móti 2 í veldinu k plus 1, sem var akkurat það sem við vildum sýna. Þannig að við getum sagt, Pn er sönn fyrir öll n sem eru náttúrulega tölur. Nú, það er mikilvægt að vita það að þrepunin gildir fyrir allar fullyrðingar sem við viljum sýna að sé réttar fyrir náttúrulega tölur. Þetta þurfa ekki að vera bara summur, þetta getur verið alls konar formúlur og við ætlum að sjá dæmi öðruvísi formúlu. Við ætlum að sýna að þessi ójafna hérna gildi fyrir öll n sem eru náttúrulega tölur. Við byrjum að n í eftir 1, þannig að skrifa númer 1. Er 4 í fyrsta stærri eftir 1 plus 3 sinnum 1. Og það er sannarlega rétt vegna þess að 4 er nefnilega jafnt og 1 plus 3, þannig að þá er það líka stærri eða jafnt og, það er nefnilega jafnt og. Þannig að P1 er sönn. So far so good. Þá förum við í númer 2. Við ætlum að sýna að ef 4 í veldinu k er stærri eftir 1 plus 3k, að þá er 4 í veldinu k plus 1 stærri eftir 1 plus 3 sinnum k plus 1. Þetta er það sem við viljum, þetta er forsendan okkar, þrepunarforsendan. Þetta er það sem við viljum sýna. Og við megum nota forsenduna til að sýna þetta gildi. Aftur, sama strategía á áðan, hér er ekki summa en sama strategía, við byrjum með vinstri hliðina og að við getum sýnt að hún sé sannarlega stærri en hægri hliðin. Svo byrjum við vinstri hliðina að þessa og reynum að sýna hún sé stærri eftir þetta hér með því að nota það sem við vitum. 4 í veldinu k plus 1. Já, hvernig tengist það 4 í veldinu k? Það er nefnilega nákvæmlega 4 í veldinu k sinnum 4. Nú, 4 í veldinu k vitum við að er stærra eða jafnt og 1 plus 3k. Þannig að því að 4 er hérna pósitíftala og 4 í veldinu k er sannarlega líka pósitíftala, þá vitum við að þegar við margveldum 4 með 4k sem er stærri en 1 plus 3k, að það fáum við eitthvað minna. Eitthvað meira. Þannig að 4 í veldinu k get ég skipt út fyrir í margvelduninni og með hérna haft stærra eða jafnt og á milli. Ef ég margveldum úr þessu hér, þarna var ég að nota þrepunarforsenduna, mikilvægt. Samkvæmt þrepunarforsendu. Þannig hérna stendur 4 plus 12k.
Ok, hvað vildum við sýna? Við byrjum með vinstri hliðina, við viljum komast hingað. Hvað er þetta hér? Þetta er það sama á 1 + 3k + 3, sem sagt 4 + 3k. En við erum búin að sýna að 4 veldinu k + 1 sé stærra jafnt og 4 + 12k. Nú, þá erum við komið með þetta, vegna þess að 12k hlýtur að vera stærra en 3k þegar við erum með positív k. Þetta er örugglega stærra en 4 + 3k. Því 12k er stærra en 3k fyrir k stærra en 0. Það er ljóst. Þá erum við komið með samtals að 4 veldinu k + 1 er stærra eða jafnt og 4 + 3k, sem er nákvæmlega það sama og 1 + 3 k + 1. Sem sagt erum við búin að komast að þeirri niðurstöðu sem við vildum. Við erum búin að sýna ef þetta gildi fyrir k, þá gildi þetta líka fyrir k + 1. Þannig að formúlan Pn, fullyrðingin Pn, er sönn fyrir öll n sem eru náttúrlegar tölur. Okay. Og við sjáum enn eitt dæmi. Við ætlum að sjá hérna formúlu fyrir afleiðufalls. Ok, í þessu dæmi erum við þá með fall f af x jafnt á x í veldinu m. M er einhver heiltala, einhver náttúruleg tala, og við ætlum að sýna að enda afleiðan af þessu falli sé eins og stendur hérna í formúlunni. Hvað á ég við með enda afleiðinni? Já, við að ef við diffrum það n sinnum, fyrsta lagi ef við diffra einu sinni, þá fæ ég m sinnum x í veldinu m - 1. Og svo ef ég diffra það tvisvar, þá fæ ég m sinnum m - 1 sinnum x í veldinu m - 2. Og svo ef ég diffra þrisvar, þá fæ ég m sinnum m - 1 sinnum m - 2 sinnum x í veldinu m - 3. Og ef ég held svona áfram og ég diffra n sinnum, þá skrifa maður svona n í sviga hérna uppi, og þá fæ ég m hrópmerkt deilt með m mínus n hrópmerkt sinnum x í veldinu m mínus n. Og við viljum sýna þetta gildi fyrir allar náttúrulegu tölur n. M er líka einhver náttúruleg tala, en það er ekki þrepunarbreytan okkar hérna, heldur er það n sem við ætlum að sýna þetta gildi fyrir. Nú, við skulum byrja að gá hvort þetta sé rétt fyrir n jafnt og 1. Ef ég set 1 inn í formúluna mína, þá fæ ég m hrópmerkt deilt með m mínus 1 hrópmerkt sinnum x í veldinu m mínus 1. Nú, ef ég pröfa að einfalda það sem stendur hérna hægra megin, þá segja ég með m hrópmerkt deilt með m mínus 1 hrópmerkt. Munum nú að 5 hrópmerkt, til dæmis, er 5 sinnum 4 sinnum 3 sinnum 2 sinnum 1. Þannig að ef ég er með 5 mínus 1 hrópmerkt undir striki, þá er það 4 hrópmerkt, þannig að ég er með 4 sinnum 3 sinnum 2 sinnum 1. Þannig að það styttast allir út nema 5-an hana. Það er alveg sama hér, eftir stendur bara stærsta talan, m sinnum x í veldinu m mínus 1. Og þetta er nákvæmlega það sem við fáum ef við diffrum f af x jafnt og x í veldinu m einu sinni. Þannig að diffra einu sinni, diffra þetta einu sinni, ég fæ m sinnum x í veldinu m mínus 1. Þannig að formúlan virkar fyrir n jafnt og 1. Ok, pröfaðu nú að setja á pásu og þetta hvort þú getur skrifa hvað Pn er og hvað Pn + 1 er. Ég ætla að pröfa að skrifa það upp. Þetta er skref númer 2. Nú erum við komið með þetta hérna. Við erum komið með forsenduna okkar, þrepunarforsenduna, og við komum með það sem við viljum sýna. Aftur, byrja með vinstri hliðina hérna. Ég reyna að nýta mér þrepunarforsenduna til að komast að það sé það sama og vinstri hliðin sé það sama og hægri hliðin. Við byrjum. F diffrað k + 1 sinni. Nú, við sáum á hana að ef við ætlum að diffra f 5 sinnum, þá þurftum við að byrja að diffra það 4 sinnum
og diffra svo fjórðu afleiðina einu sinni í viðbót. Þannig að alveg eins með afleiðina k + 1, þá þurfum við að diffra fyrst k-sinum og diffra svo það fall. Þannig að ég geti sagt hérna f diffrað k-sinum diffrað. Þá fæ ég k + fyrstu afleiðina. Nú, ég veit hvernig káttaafleiðan er. Þannig að ég segi það er jafnt og m hrópmert deilt með m - k hrópmert sinnum x í veldinu m - k og ég ætla að diffra þetta. Þannig að þetta hér samasemmerki var samkvæmt þrepunarforsendu. Til að diffra þetta fall, þá þurfum við að átta okkur á að þetta er fasti og ég er með x í einhverju veldi hér. Þá verður einfalt að diffra þetta. Þá verður þetta fastin breytist ekki. Ég margvalda með veldinu, fastanum í veldinu og ég dreg 1 frá veldinu. Nú, ég get strax séð að veldið hérna á x-inu mínu er rétt með við það sem ég vildi fá hér. Ég get skrifað ef ég tek mínusin hérna út fyrir sviga, þá getur við svigi hérna og þá þarf þetta að vera í plús. Þannig að veldið á x er rétt. Nú spurning er þessi fasti sama og þessi fasti hér. Og þá þurfum við að taka þetta saman. Við erum með, skulum skrifa bara hérna öðrum lit, aðeins smá krassblað hérna í kantinum. Við segjum við erum með m hrópmert sinnum m - k deilt með m - k hrópmert. Þessi tala hérna er eins og hæsta talan í þessum hérna, þannig að þær styttast út á móti hverju annari og eftir stendur m hrópmert deilt með einum lægri tala hérna undir striki. Alveg eins og við værum með 5 deilt með 5 hrópmert, þá ættum við eftir 1 á móti 4 hrópmert, vegna þess að þetta væri 5 upp á striki og undir striki var 1, 2, 3, 1 sinnum 2 sinnum 3 sinnum 4 sinnum 5. Þannig að þegar 5 styttist út á móti 5 hér og þá er bara eftir 4 hrópmert undir. Og alveg sama með hérna þegar þetta eru ykkur tölustafir, það er bara með einum lægri tölu. Nú aftur þá get ég tekið hérna mínusin út fyrir sviga hérna inni og þá stendur plús hérna. Þannig að hvað ég er búin að einfalda þetta hér í nákvæmlega, sjá, í m hrópmert deilt með m - k + 1 og það allt hrópmert sinnum x í veldinu m - k + 1. Sem er akkurat eins og hægri hliðin hér. Þannig að við getum ályktað að formúlan er rétt fyrir allar náttúrulegar tölur. Hér er reyndar eitt sem við verðum að varast og það er að formúlan verður að vera skilgreind. Þannig að þetta gekk vel með þrepuna og þetta leit allt rosalega vel út, en þessi hérna formúla, hún getur bara verið skilgreind ef þetta hérna er tala sem er stærra jafnt á 0. Þannig að m - k verður að vera stærra jafnt á 0. Það er að segja m verður að vera stærra jafnt á k. Þessi hrópmert, eitthvað sem er hrópmert er bara skilgreint þegar talan er stærri eða jafnt á 0. Þannig að við þurfum að bæta hérna við formúluna sönn fyrir öll n sem eru náttúrulegar tölur, það sem m er stærra eða jafnt á n. Við getum séð hérna að annars væri þetta hérna mínustala. Þannig að þetta voru nokkuð dæmi þrepun. Nú hvet ég til að skoða næstu dæmi og reyna að reikna þau og svo eru fleiri myndbönd með lausnunum þegar þú ert búin að spreyta þig. Þannig að mikilvægt fyrst að pæla í dæmunum.